Móðir Hauks Hilmarssonar hefur ekki gefið upp alla vonum að hann kunni að vera á lífi en ekkert hefur spurst til hans í á annan mánuð þegar hann hvarf á átakasvæðum í Sýrlandi. Hún óttast þó afdrif hans sé hann á annað borð á lífi. Berghildur Erla segir frá þessu. Haukur Hilmarsson hvarf á átakasvæðum í Afrín héraði í Sýrlandi þar sem hann hafði barist með hersveitum Kúrda sem fullyrða að hann hafi fallið í bardaga við tyrkneska hermenn þann 24. febrúar. Eva Hauksdóttir móðir Hauks var í viðtali í þættinu Víglínunni í dag og hún segir að enn bærist von að hann sé á lífi. Við erum ennþá hrædd það að það hefði kannski eitthvað allt annað gerst og hann kunni jafnvel að vera á lífi. Það auðvitað bæði von og ótti að hann sé á lífi kannski í höndum Tyrkja eða eitthvað. En bara stóra myndin þessi, við vitum ekki hvort Haukur lífs eða liðinn og það mjög erfitt að fá staðfestingu á því ef ekkert lík. Eva fær að sjá gögn tengt hvarfi Hauks frá utanríkisráðuneytinu á mánudaginn. Ég ætla ekki fulllega neitt það hversu mikið mark sé á því takandi, en bara fyrir mína part að ég treysti Tyrkjum afskaplega illa til þess að koma bara með heiðarleg svör. Jafnvel þegar utanríkisráðuneytið hefur samband, þannig að við erum samt svona skeptísk og hrædd. Og við erum bara að vona að annarkvort að þá skilji hann sér eða þá að finnist lík. Haukur var í Grikklandi áður hann fór að berjast með hersveitum Kúrda í Afrín. Eva segir að hann hafi greinilega ætlað að leyna þeim áætlunum sínum fyrir fjölskyldunni. Hún hefði gert allt til að koma í veg fyrir hann færi ef hún hefði vitað það. Eftir þessa litlu þjálfun þá var hann bara liðsfangi. Mér finnst þetta algjörlega súrrealískt.